Jæja, getur deila einnig fjölskyldu við konung, getur hún í alvöru leitt til þess að heil þjóð verði til? Í þessari ótrúlega fornsögu, Egilssögu, þá er svarið nefnilega já. Hér ætlum við að skoða hvernig einn blóðu hefnd í Noregi lagði grunninn að því sem við þekkjum í dag sem Ísland. Þetta er einmitt spurningin sem liggur til grundvallar öllu saman. Hvernig í ósköpunum getur svona persónileg deila sprungið út og orðið að þjóð? Þetta er saga sem byrjar við glæsta hirðu voldugs konungs í Noregi, en hún endar á kaldri og eyðilegri strönd, á strönd Nýslands þar sem Ísland er að verða til. Allt í lagi, byrjum á byrjuninni. Fyrsti þáttur, grunnsemdir konungs. Atburðarásin hefst í Noregi á dögum Haralds konungs Hárfagra og það er einmitt hér sem fyrstu fræjum átakana er sáð. Ok, til að fylgjast með í þessu öllu saman verðum við kynnast aðalpersónunum. Í miðjunni er eitt Haraldur konungur, hann er miðpunktur allsvaldsins, svo er það Þórólfur, dyggur þegn konungs og sonur ættafeðurins, Kveldúlfs og síðast en ekki síst Skallagrímur, bróðir Þórólfs. Munið að nafn því hann er maðurinn sem mun á endanum knýja fram hefndina. Það sem er svo áhugavert er að þessi gríðarlegu átök, þau kvikna ekki í einhverjum stórbardaga. Nei, þau byrja með eitruðum orðum. Það eru öfundsjúkir menn við hirðina sem byrja að hvíslast á. Þeir mata konungin á lýgum, gróðusetja efasemdir og sannfæran hann smátt og smátt að einn af hans tryggustu hönnum, Þórólfur, sé í raun og veru sveikari. Og konungurinn hann er orðinn gjörsamlega blindur af vantrausti. Hann ákveður að hann verða að bregðast við. En í stað þess að halda einhvers konar réttarhöld þá velur hann svik. Í skjóli nætur læðist Harr konungs af veisluskála Þórólfs, umkringir hann og fær svo þá skipun að kveikja í öllu saman. Þórólfur er þarna fastur inni, í brennandi gildu. Þegar Þórólfur neyðist til að brjótast út úr logunum, hver stendur þá þar og bíður? Jú, konungurinn sjálfur. Þórólfur fellur við fætur hans og mælir þessi frægu dularfullu orð. Nú gekk ég 3 fótum til skammt og það er konungurinn sjálfur sem veitir honum banahöljið. Ímyndi ykkur þetta, tryggðans er launuð með kaldblúðugum svíkum. Þetta sýnir okkur svo vel hvernig vantraust og róburður geta breytt tryggðinni í skelfilegan harmleik. En fall Þórólfs, það er bara byrjunin. Nú er komið að öðrum þætti, réttlæti sunjað. Hér færum við okkur yfir í afleiðingarnar þar sem fjölskylda hans reynir, þrátt fyrir allt, að leita réttarsins eftir friðsamlegum leiðum. Og það er bróðir Þórólfs, hinn ógúðlega Skallagrímurs sem tekur við keflinu. En hann er ekki fljótur til hefnda, alls ekki. Hann reynir fyrst að fara hina viðurkenndu leið. Hann fer beint til hirðar konungs og krefst manngjalda, sem voru í raun fjárbætur sem lög kvál á fyrir ólöglegt dráp. Hann vill fá bætur fyrir morðið á bróður sín. En það er hér sem við sjáum hversu gjörsamlega óbrúanlegt bílið er orðið á milli þeirra. Sko, á öðrum endanum er Skallagrímur að krefjast bóta fyrir morð, einfalt og skýrt. En hvað býður konungurinn á móti? Hann býður Skallagrími að taka við nákvæmlega sömu stöðu og bróðir hans sem hann var nýbúinn að myrða gegndi. Þetta er ekki einu sinni sáttaboð, þetta er bara hrein og klár móðgun. Svar Skallagríms er alveg afdráttarlaust. Það er engin vafi á því hvað hann meinar og það sýnir að hann skilur stöðuna fullkomlega. Hann segir, bróðir minn sem var mér fremri hafði enga gæfu að því að þjóna yður. Ég mun ekki taka þann kost, því ég væt að ég mun enga gæfu hljóta þar sem hann hljót enga. Það sem hann er í rauninni að segja er að þjóna þér, konungur, er dauðadómur. Jæja, konungurinn gjörsamlega missir sig við þetta svar. Hann þolir ekki svona mótspyrnu og skipar að Skallagrímur verði drepinn á staðnum. Það er með næmyndum og hjálp vina að Skallagrímur tekst að sleppa. En nú er alveg ljóst. Það verður engin sátt. Öllum friðsamlegum leiðum hefur verið rofkað. Þetta er fullkomið dæmi hvernig stolt og valdnísla konungs kemur í veg fyrir allt réttlæti og bókstaflega neyðir menn til að taka lögin í sínar eigin hendur. Og þetta leiðir okkur beint af þriðja þætti á hápunkti átakanna. Hefnd á hafi úti. Þar sem réttarkerfi brást, þar sem réttlæti var synjað, þá ætlar fjölskyldan að taka málin í sínar eigin hendur. En áður en við stokkum í atburðarásina, þá verðum við að skilja eitt lykilhugtak. Það er orðið hamramr. Þetta er ekki bara einhver vennulegi reiði, þetta er eitthvað allt annað.
Þetta er ástand berserkseðis, nánast yfirnáttúrulegt, þar sem stríðsmaður fær alveg gríðarlan styrk og grimmd. Og faðir þeirra bræðra, Kvöldúlfur, hann bjó yfir þessum ógnvænlega krafti. Og þessi ógnarkraftur, hann að fara að leysast úr læðingi. Þetta gerist allt á einni nóttu. Kvöldið kemur Skallagrímur auga á skipið sem flytur menn konungs, þar á meðal róferrarina sem komu öll af stað. Þá tími hefndarinnar komin. Miðnætti ráðast þeir feðgar til allögu. Og þá gerist það. Kvöldúlfur verður hamramur, bókstaflega í berserskasti og gengur borð þar sem hann slátrar öllu sem fyrirverðum með stríðskjölfu. Þegar sólin rís liggja yfir 50 menn konungs í valnum. En þeir láta ekki þar við sitja. Eftir þetta blóðbað þá senda þeir konungin þessa vísu og maður verður að muna að í heimi víkinga voru orð oft jafn beitt og sverðin sjálf. Vísan raun Hásklósa sem segir: Nús hersis hefnd við hilmi emd, gengir ulf og örn of ynglingsbörn. Þetta ekki bara hefnd, þetta opinber yfirlýsing. Þeir eru að hæðast á konungi og segja: réttlætinu hefur verið fullneð. En það eitt smáatriði í þessari hefnd sem breytir öllu og það talan 2. Því í öllum hasarnum drukknuðu 2 ungir fóstursinir konungs. Þetta þýðir að deilan snýst ekki lengur bara morð á þegni, heldur dauða konungborna manna. Hefndin var kannski fullkomin, en nú gægin milli fjölskyldunar og krónunar orðin algjörlega óbrúanleg. Það sem sagt engin leið tilbaka og þar með hefst 4. og síðasti kaflinn í þessari sögu, Kistufur. Nú það flóttinn frá Noregi og hinn dularfulla ferð til nýs lands sem tekur við. En þessi hamrami kraftur, hann hefur sína fórnarkostnaða. Berserksgangurinn reyndist of mikið fyrir hinn aldraða Kvöldúlf. Líkami hans gefur sig undan álaginu. Á flóttanum yfir hafið, liggjandi fyrir dauðanum, gefur hann síni sínum eina síðustu og mjög undarlega skipun. Þetta síðasti vilji hans. Í fyrsta lagi, líkami hans á að vera lagður í innsiglaða kistu. Í öðru lagi, kistunni á að kasta í hafið. Og í þriðja lagi, og þetta lykilatriðið, þá skipar hann syni sínum að setjast að á nýja landinu hvar sem kistan rekur á land. Og akkurat hérna, breytist sagan. Hún fer úr því að vera hefndarsaga yfir í að vera örlagasaga. Skipin 2 lenda í óviðri og skiljast að. Skallagrímur nær landi við breiðan fjörð á Íslandi, en hann sest ekki að. Þrátt fyrir allt sem á undan gengið, þá sýnir hann ótrúlega þolinmæði og einfaldlega bíður. Hann bíður eftir tákninum, hann bíður eftir kistu föðursins sem á að leiða hann að örlögum sínum. Þetta leiðir okkur svo að loka kaflanum. Nýr heimur skapaður. Hér sjáum við hvernig öll þessi atburðarás, allar þessar erjur, leiða til stofnunar á alveg nýju heimili. Og loksins birtist táknið. Kista Kvöldúlfs finnst rekin á land á nesinu. Skallagrímur hikar ekki. Hann fylgir fyrirmælum föðursins til hins ítrasta og reisir bæsinn á nákvæmlega þessum stað. Hann nefnir bæinn Borg. Og þetta verður hjartað í glænju samfélagi. Og hérna sjáum við í raun fæðingu heils samfélags, alveg frá grunni. Frá þessum eina bæ, Borg, byrja Skallagrímur að úthluta landi til sína tryggu fylgismanna. Frá fjöllum og alveg nýður af fjöru. Ný bæjarstæði, smiðjur og útgreiði rísa. Það sem byrjaði sem flóttu undan hefnd, það núna orðið á grunni fyrir nýja þjóð. Samfélag laust undan okki konungs, byggt á tryggð við eigin leiðtoga. Þannig að þegar upp staðið, hver arfleiðin? Ef við horfum á þessa sögu, var Ísland þá stofnað á grunni einhvers frelsistraums? Eða var þetta allt saman bara loka kaflinn í einni langri og mjög blóðugri hefnd? Svarið við því? Já, það kannski ekki alveg einfalt.